Fjórði liður á dagskrá okkar lögreglusamþykkt fyrir Akureyri, síðar umræðu, það bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér lögreglusamþykktin komin tilbaka í bæjarstjórn eftir yfirferð í bæjarráði, þar sem voru gerðar á henni breytingar. Það eru aðalega 2 breytingar sem voru gerðar þar. Það var annars vegar tekið út orðið sýslumaður og sett inn lögreglustjóri í öllum greinum sem að snerta það embætti. Og síðan var breytt 25. grein og sett inn þær heimildir sem að veitingastaðir hafa til að hafa opið til að mynda aðfaranótt 27. desember, aðfaranótt 1. janúar og verslunarmannahelgi. Og það voru hér reglur sem að giltu frá 1999 sem að rauninni stönguðust á við þá gildandi lögreglusamþykkt, þannig okkur þótti ástæða til þess að fara yfir þessi mál og koma þessu á eitt stað, þannig að allir væru upplýstir þær reglur sem að hér gilda varðandi þessi mál. Þessi samþykkt fer héðan til dómsmálaráðuneytisins og öðlast þar vonandi samþykki og tekur síðan gildi 6 mánuðum eftir birtingu sem verður einhvern tímann verður í sumar. Og ég gerði nokkuð ítarlega grein fyrir þeim breytingum sem voru gerðar á þessari samþykkt við fyrri umræðu og til ekki ástæða til þess að endurtaka það hér og legg til við forseta að hún verði borin upp til samþykktar. Orðið laust lögreglusamþykkt, Elín Margrét Hallgrímsdóttir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þessi lögreglusamþykkt nú margt ágætt og ítarleg og gefur svona leiðbeiningar svona góðar umgengnis- og velsæmisreglur sem auðvitað bara hið besta mál. En þannig ég veit ekki hvort það verður aukið annríki hjá lögreglunni þegar þetta komið í gagnið, en það kemur í ljós. Það sem eina sem ég kannski ekki alveg nógu ánægð með, það auðvitað þetta varðandi opnunartíma veitingastaða og ég veit að bæjarfulltrúar hafa heyrt það áður og kannski orðið mjög þreyttir á þessari lummu. En þetta nú nokkuð sem ég tel að ætti ekki að vera svona. Ég tel að þessi langi opnunartími sé raunar ekkert í takt við það sem gerist, allavega það sem ég þekki til annars staðar, þá þetta yfirleitt með þeim hætti að veitingastaðir opna fyrr og loka líka fyrr. 1-2 ekkert óalgengt. Þannig að hafa opið alla daga til 4 tel ég bara einfaldlega langt og samræmist alla svona góðum fjölskyldugildum að fólk sé út að skemmta sér alla nóttina og fólk sem fer kannski út að borða, það hefur ekki tækifæri til að fara út að dansa því að það ekkert opnað fyrir en eftir miðnætti. Ég tel þetta vera þróun sem bara óþörf og leiðileg og það sem við vitum að vímuefnaneysla hefur aukist og ýmsir sem halda því fram að fólk þurfi örvandi efni til að geta haldið sér gangandi fram á morgun á skemmtistöðum. En þetta eitthvað sem ekki nærri allir eru sammála mér eins og við vitum og ég hef kannski talað dálítið fyrir daufum eyrum, en þetta er mín skoðun og ég mun auðvitað halda áfram að fylgja henni eftir það sem ég get, en hef hingað til alltaf verið í minnihluta, en þannig að ég mun samþykkja þessa lögreglusamþykkt, því að þetta heljarinnar löng samþykkt, alveg 33 greinar og þetta það eina í henni sem ég vildi hafa öðruvísi, en eins og við vitum þá nær maður ekki alltaf sínum fram. Takk fyrir. Baldvin H. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það gaman að lesa lögreglusamþykktina og rifja henni upp og bæjarfulltrúa Elínar til huggunar, þá eru margir sammálinni og meiri sé ég fékk símtal í gærkvöldi þar sem var farið rækilega yfir þetta mál og hún hefur mikið til síns máls með það.
En það væri nú okkur bæjarbúum ágætt að rifja upp lögreglusamþykktina. Til dæmis dettur manni stundum í hug ónæði og rask á nætur og manna og sérstaklega núna þegar skemmtanahald á öldurhúsunum eins og bæjarfulltrúi Elín sagði stendur framundir morgun. Og það líka ágætt að rifja upp 10. grein umgengni á almannafæri að við reynum að ganga vel hlutina sem á vegi okkur verða, skrautblóm og rusladalla, umferðarskilti og annað. Í 18. greininni kemur fram að við eigum ekki að pissa á almannafæri eða ganga vörn okkar og ef ekki opið almenningssalerni þá náttúrulega versnar í því og boða loköllu bæði fyrir skemmtanaglaða íbúa og ferðafólk. Og þá getur nú verið gott að vera með hundapoka eða kopp með sér ef að fólk ætlar að fara út á lífið og staldra við í bænum og eftir. Og í 24. greininni sem fjallar farmflutning á götum bæjarins, þá væri kannski ágætt að bílstjórar og umráðamenn farmbíla fengju þá grein heimsenda. Og það komið nýtt inn í sýnist mér að væri ágætt ef farmbílar myndu þvo dekkbílana áður en þeir fara út af aurugu svæði og svo að óhreinindi berist ekki í slíku magni inn á malbikaða götur bæjarins eins og við höfum þurft að horfa upp á undanförnum framkvæmdar árum, þó að væntanlega minnki það nú eitthvað núna þegar minna byggt og minna rask í grunnum og öðrum. Og svo finnst mér ágætt að það hefði komið í 27. greinina nýmælum að það væri sem mér þykir vænt að rekstraraðilar veitinga og skemmtihúsa og veitingastaða þeim gert að þrífa upp glerbrot og rusl sem safnast fyrir utan staðina á opnunartíma og eftir lokun. Mataráganga og glös og annað voðalega leiðilegt að þurfa horfa upp á morgnana þegar maður fer snemmi í vinnu og keyrir einn í bæinn. Og búfjárhald og dýravernd þá væri þarft að upplýsa almenning hvernig þeim lögum verður háttað þegar endurskoðun dýraverndarlaga lýkur núna á næstunni. Og við þurfum eiginlega að koma þessari lögreglusamþykkt pínlítið á framfæri þannig við getum svona bæjarbúa farið yfir hana. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, við erum hér í loka umræðinni lögreglusamþykktina og það búið að breyta og bæta töluvert textann á þann hátt að ég held að sé til bóta í nær öllum tilfellum. Lögreglusamþykktin þarf að vera þannig útbúin að þeir sem að þurfa að framfylgja þessum reglum, þar að segja lögreglan, nær alltaf, geti brugðist við á tiltölulega auðveldan hátt. Þannig að reglugerðin sé ekki það flókin eða snúin að það sé erfitt að eiga við að framfylgja reglunum að hálfu þeirra sem það er að gera. Það eru svo sem ekkert mörg atriði í samþykktinni sem slíkri sem að kannski valda áhyggjum hjá manni hvað þetta varðar, þó hér hefur verið minnst á skemmtanahaldið og næturró. Það fer svolítið illa saman að setja á einu stað að það hefur verið næturró frá miðnætti og heimila svo skemmtanahald fram á nótt. Það er svo sem skarast náttúrulega og verður vandasamt verk fyrir lögreglu að framfylgja og passa upp á að það takist að halda næturró við þessar aðstæður. Nú bæjarfulltrúi Baldvin minntist hér á 18. greinina. Ég ætla nú ekki að lesa upp 3. málsgrein 18. greinar, en ég sé nú ekki fyrir mér að lögreglan eigi auðvelt með að framfylgja brotum á þessari grein. Það er erfitt að leggja mat á þær framkvæmdir. Að mörgu sem þó í þessari samþykkt, þá 24. grein þar sem að búið að bæta inn
Með leyfi forseta, frá fyrri lögreglusamþykktum þessari viðbót, jarðverktakar og byggingaverktakar, framkvæmdaaðilar eða verktakar í þeirra þjónustu sem aka frá framkvæmdasvæði og inn á gatnakerfi bæjarins skulu gæta þess að hreinsa flutningstæki sín og hjólbara bifreiða sinna og vinnuvéla áður en þeir fara inn á malbikaðar götur. Framkvæmdaaðilar eða verktakar á þeirra vegum skulu einnig gera ráðstafanir á aðkeyrslu framkvæmdasvæða þannig að bifreiðar, vélar og tæki beri ekki óþrif svo sem jarðveg inn á gatnakerfi bæjarins, til dæmis með hreinum yfirborðsefnum og eða þvotti. Að öðrum kosti er bænum heimilt að þrífa götur á kostnað framkvæmdaaðila. Þetta er ansi mikil breyting og við sjáum kannski fyrir okkur nýjasta dæmið sem myndi þá líta öðruvísi út núna, sem var upphafi á framkvæmdum upp á Káasvæði sem síðan reyndar snerust nú snarlega við þar sem að moka var ofan í aftur óhjákvæmilega vegna breyttra aðstæðna. Að þar voru nærliggjandi götur inn í íbúðahverfið, þær voru eitt drullu og aursvað og það er ekki við það búandi að framkvæmdir sem fara inn í miðum bæ hafi það í för með sér að svona lagað gerist. Þetta mun eflaust kalla á kostnað og fyrirhöfn, það gerir sér allir grein fyrir því og við þurfum að gera ráð fyrir þessu hér í okkar útboðum og reikna með því að þetta muni bæði kosta tækjakaup og tíma, en á móti kemur að þá sparast væntanlega mikill kostnaður sem annars hefur farið í þrif á götum og hérna tala ekki um það bara ónæði og það sem að veldur íbúum vandræðum varðandi óhreinindi þegar þau breytast í rykk og gerir fólki gramt í geði. En í heildina séð þá held ég að þessi lögreglusamþykkt sé betri en svo gamla. Það var til þess að nú lagt á staði þetta. Það er búið að bæta inn atriðum sem að ég held að bæta hana og þetta margfara yfir hana og ég held að þetta sé ágætis að rammi utan okkar samfélag hér sem að vonandi sem flestum tekst að fara eftir. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Já, ég er sátt við þessa samþykkt að flestu leyti og finnst hún hafa tekið framförum. Þetta er svolítið pínlegt að við erum alltaf að nota Akureyrarkaupstað í fyrirsagnir og svo Akureyrarbær í textanum inn á milli. Auðvitað á þetta eftir kannski að taka þetta upp einhvern tíma síðan. Ég veit það vel að félagsmálaráðuneytið mælist til þess að við notum Akureyrarkaupstað, en þetta er samt sem okkur tamast að tala bara um Akureyrarbæ. Nú, ég tek alveg undir það með Elínu Margréti bæjarfulltrúa. Ég hefði gjarnan viljað sjá opnunartíma styttri, minnst kosti lunganur árinu. Og ég finnst að helgar hefði verið alveg nóg að hafa opið til 3. Þá er ekki búið að tæma staðan fyrir 4 eða 5 og það er hægt að selja áfengi auðvitað áður en lokaðir en ég þó að væri opið alla nýjársnóttina og undanþáurnar væru þá gefnar þannig, en við erum svona frekar slak á klónni. Við höfðum til dæmis ekki undanþáum verslunarmannahelgina svona fyrirhlutan af síðasta áratug, þá hefðum við það ekki gáum við ekkert eftir með það að loka þá 4. Þetta er lengir tíman og eykur álagið á kannski til dæmis móttökun á spítalanum og hjá lögreglunni og víðar. Það er alveg gefið þegar við fórum í könnunin á því hvernig við ættum að hafa opnunartíman þegar við vorum að vinna þetta upp fyrir þarna 1999, en þá var þetta opið í alla enda á kanta, þá mátti vera opið þess lengi og hver vildi. Til dæmis er þetta til 1 á virkum dögum, við getum sagt að það sé ásættanlegt, að fólk sé komið heim til sín klukkan 2, við alveg geta séð það klukkan 12, þess vegna. En mér finnst að við þyrftum að taka upp seinna meir þá og að fylgjast með því hverju þetta skilar og hvernig við getum breyttust til betri vegar. Það er allir að verða þreyttir þegar líður nóttina og ekki síst starfsfólkið. Og þeir sem eru á slysavakt og lögreglu í þjónustustörfunum. Nú útivistartímann, það er búið að koma honum til samræðis við það sem er annars staðar. Við gerðum það hins vegar þannig á sinni tíð að við mátt vera lengur út í krakkarnir og Akureyri en annars staðar, við fengum undanþágu.
af því að þá vorum við hreinlega að reyna að taka á því hvernig krakkarnir voru úti bókstaflega alla nóttina, vorum að snúa því við og fylgjast þá vel með því. Mér finnst þetta hins vegar með ónæði og sem verður af vélumferð á nóttinu og annað eftir því, það náttúrulega ekkert við því að segja, þó öll tæki séu ræst klukkan 5 þegar verður að móka snjó. Það annað sem mér finnst við þurfum að fylgjast með og það þessar óvæntu flugeldasýningar sem gera gæludýrin og húsdýrin alveg trillt af hræðslu og ég vil að við fylgjast bara vel með því þegar verða skotkvellir og hávaði alveg upp úr þurru. Erfitt við að eiga en mér finnst að þurfa að gefa því verulega gætur að fólk fái leyfi og geri viðvart. Þetta með að eigendur veitingastaða þurfa að þrífa fyrir fram að sig og í kringum staðinn sinn líst mér vel á, sérstaklega verslunarmannahelgina á 7. júní og þegar mikið við að vera. En við þyrftum að fjölga þá líka döllum og það hefur verið kvartað aðeins undan óþrifnaði vegna hundahalds og hvort að þarf að bæta við einhverjum svona sortdöllum sem hægt að losa sig við rusl og úrgang. Hér við megin göturnar. En mér líst eiginlega vel á þessa lögreglusamþykkt. Ég held að hún sé til bóta og ekki síst að hnekkja vel á þessu með líka flutninga á efni bæinn, sandi og möl og öðru slíku og gæta þess að það sé alveg tryggt að fjúk ekki af farmur. Takk fyrir. Bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil nú byrja því að þakka fyrir þessu umræðu sem hefur verið hér þessa lögreglusamþykkt og legg áherslu á það að hún verði kynnt rækilega bæði á heimasíðu og í fjölmiðlum þegar hún tekur gildi. Ég tel ekki tímabært að gera það nú, heldur mun það vera gert í júlí þegar hún tekur gildi. Og þá vakin sérstaklega athygli á þeim nýmælum sem í henni felast, til að mynda varðandi umgengni jarðvinnu verktaka, opnunartíma og fleira. Helgi Halldórsson tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, það er ekki mikið sem að ég ætla að nefna hérna. Það fyrst í 4. grein, það sem talað að banna að hafa nokkuð að sem veldur ónæði eða raskar nætur kyrrð manna á virkudögum skal halda nætur og frá kl. 24 til kl. 7. Ég reyndi nú að fá til 6 en það var svona allt í lagi og ekki dettur mér til hugar að amast við það þegar starfsmenn bæjarins koma til mér rúmlega 6 á morgnana og losa hjá ruslið miðvikudögum. En ég vaknar alltaf við það samt sem áður. Mér finnst vanta aðeins í 24. greinina og ég var einmitt að hugsa það nú þegar ég var að fara leiðin í bæinn og var heima í forstofu og var að klæða mig í spariskóna og sá hvað flísarnir að verða hvítar sem staðar. Þá finnst mér vanta í þetta setningu sem væri svona bannað að dreifa salt á götu bæjarins. Svo bara að lokum þá langar mér til þess að lesa eina grein hérna því að mér finnst hún ætti að vera feilletruð og það er 5. greinin, hún svona með leyfi forseta, því að fjölmenni safnast saman á almannafæri svo sem eða við biðstöðvar almenningsvagna og leigubifreiða, miðasölu, banka, veitingastaði, verslanir eða aðra afrekstrarstaði skal mynda röð þannig að þeir sem fyrstir koma fái fyrstu afgreiðslu. Hjalti Jón Sveinsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að gera neina athugasemdir við orð bæjarfulltrúa Odds hérna. Það hefur kannski verið beint til mín aðeins, einhverjum hluta, en mér langar bara að leggja áherslu á að lögreglusamþykkt eins og þessi sem hér liggur fyrir okkur. Samþykktar, það er mikilvægt að hér séum að ræða náið samstarf bæjaryfirvalda og lögreglu. Til þess að lögreglusamþykkt nái fram að ganga og sé hægt að fara eftir henni, þá þurfa bæjaryfirvöld og lögregla að vinna mjög náið saman. Ég vil bara leggja áherslu á þetta. Tek undir nánast hvert orð sem hér hefur verið sagt nýmæli ýmis sem eru í þessari ágætu lögreglusamþykkt.
Já, að svo mæltu segi ég allavega mínum þætti hér að lútandi lokið. Orðið er laust. Elín Margrét Hallgrímsdóttir tekur til máls. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Hver veit nema það verið lesið upp úr þessari lögreglusamþykkt og tímamótum hérna á næstunni í bænum. Bæjarbúum til skemmtunar. En ég ætla að fara fram á það í framhaldi af því sem ég sagði hér áðan að forseti beri upp 25. grein sérstaklega. Takk fyrir. Orðið er laust. Fjórða tölulið á dagskrá, Hermann Jón Tómasson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er kannski ekki ástæðu til þess að lengja þessa umræðu mikið frá því sem orðið er. Þetta plagg sem við erum hér með í höndunum hefur fengið þó nokkra umræðu nú þegar innan bæjarkerfisins og komið til umfjöllunar nokkur sinnum, eða minnst kosti 2 sinnum efnislega í bæjarráði. Þannig að það sé nú rifjað upp. Þó svo að auðvitað orki eða séu kannski skiptar skoðanir einstakar greinar og nákvæmlega hvernig þær eiga að vera orðaðar, þá er þetta niðurstaðan úr þessari umræðu að hafa þetta með þessum hætti og svona, skulum segja bara meiri hluta niðurstaða. Og auðvitað geta menn síðan hérna verið kannski ósáttir við einstök atriði í þessu. En þetta er heildarmyndin og svona það sem menn komið sér saman hvað þetta var. Síðan verðum við að hafa það í huga að svona samþykkt, hún er auðvitað ákvarðin það hvað í henni stendur, það eru auðvitað teknar á þeim tíma þar sem að samþykktin er gerð og menn telja að séu skynsamlegar og góðar á þeim tíma. Svo er þetta plagg eins og önnur auðvitað breytingum háð og lifandi plagg og eitthvað sem við hljótum að endurskoða með reglulegu millibili og breyta ef við teljum þörf á því. Þannig að tækifærin til þess munu koma þó svo að við tökum þann pólihæðina núna að þetta sé það sem við teljum vera skynsamlegt og gott og það tel ég vera. Ég tel að þetta sé eins og hefur komið hérna fram í máli flestra fulltrúa fyrirgefði. Ég tel þetta vera samþykkt til bóta og í henni ýmis ákvæði sem munu hjálpa okkur að halda bænum góðum og þrifalegum og reglusum. Takk fyrir. Orðið er laust fjórða tölulið dagskránni. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Það hefur komið fram óskum að 25. grein í 4. kafla lögreglusamþykktarinnar veitingastað og skemmtanahald og fleira verið boðin upp sérstaklega. Fyrir ekki örstutt komin í afgreiðslu. Það er aðeins afgreiðslu. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi það að bera þessa grein upp sér, það langar mig að fá að vita til hvers og hver er tilgangurinn með því. Þarna er í greininni ákvæði sem að maður getur staðfest og samþykkt, en ég myndi að vilja fá að vita hvaða er í greininni sem að viðkomandi vill fá atkvæðagreiðslu. Forseti leyfir ekki frekar umræður þetta mál. Bæjarfulltrúi Elín Margrét Hallgrímsdóttir gerði grein fyrir athugasemdum sínum við þessa grein í sinni ræðu hér áðan og ég tek þar alveg fullkomlega gildar og lögmætar og geng áfram til afgreiðslu og ber fyrst upp 25. grein og ber þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja tillöguna eins og hún liggur hér fyrir að gefa merki. Einhver á móti? Samþykkt. Endurtökum afgreiðsluna. Endurtökum afgreiðsluna. Þeir sem samþykkja að greinin eins og hún liggur hér fyrir að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti? Greinin er samþykkt með 8 atkvæðum. 2 greiða atkvæði gegn 25. greinin og 1 hjá. Þá ber ég upp samþykktina eins og hún liggur hér fyrir í einu lagi og bið þá bæjarfulltrúa sem staðfestar samþykktina að gefa merki. Samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.